Hópverkefni 1 bara meira af því sama sem við erum búin að vera að gera í þessum verkefnum, nema að núna ætlið þið að vinna þetta saman í hóp, og það svona kannski fyrsta bara með hóp, að mynda hóp. Ég mun setja upp Slack-rás þar sem þið getið beðið ég sagt bara eitthvað, hæ, mér vantar einhvern til að vera með í hóp. Ég get líka ef þið viljið, skipt ykkur bara í N hópa þar sem þið eruð 4 saman í hóp, og þið getið þá heyrt í þeim sem þið eru sett af handahófi með í og tekið því eða ekki og mynda þá aðra hópa. Það bara, já, bæði í boði, þannig að en það verður samt þannig að inn í Canvas þá þurfum við að skila sem hópur, og að skila sem hópur þýðir að það eitt ykkar leiðtogi hópsins og skilar fyrir ykkur, eða þá að einhverjur hópnum skilar bara, en það eitt sem að fær þá útnefningu að vera hópstjóri. Og þið verðið öll þau sem taka þátt í verkefninu verðið að vera í hópnum á Canvas fyrir skilin. Það ekki nóg að hafa bara unnið í verkefninu og komið fram í einhverjum texta, þið verðið að vera skráð í Canvas-hópin, annars fáið þið ekki einhvern. Það klúðrast alltaf hjá einhverjum og við finnum út úr því, en bara það rosalega mikið vesen að laga það eftir á. Þannig að ef þið vinnið í hóp, passið að þið séð í viðkomandi hóp í Canvas. Og það sem við ætlum líka að gera að nota Git og GitHub, sem við ætlum að fara yfir í næsta tíma, sem þýðir að það eins og þau kannski gert í einhverjar hópavinnu áður fyrr, að þið hafi verið að senda á milli einhverjar skrár eða zip-skrár eða deilt einhvern veginn, en við ætlum ekki að gera svoleiðis. Við ætlum að nota Git og GitHub. Þið ætlum að committa öllum breytingum ykkar inn í GitHub repoið ykkar, og þannig ætlum að vinna saman. Og svo ætlum við líka að búa til pull requests, sem eru þá beiðnir það að fá að setja kóðan inn í megin línu kóðan. Þetta alltaf eitthvað sem við förum yfir í næsta tíma. Og það sem gerist þá í raun að þau sem eru með ykkur í hóp hafa tækifæri til að fara yfir kóðan sem verið að setja inn og endurgjöf á hann. Segja bara eitthvað, já, ok, ég sé þú ert að nota flex hér, en við ættum hugsanlega að vera að nota grid. Eða ætti þetta ekki að vera CSS breyta, þetta ekki of mikill, og eitthvað svona, þið kommentið á það sem verið að gera. Og þið ætlaði að búa til að minnstu kosti 5 pull requestur, sem þið eru í raun að hvert ykkar ætti að búa til eina, og svo eitthvað sem voða duglegt býr til auka. Af því að þetta miðað að 3 til 4 vinnið þetta saman. Þið megið vinna þetta í minni hópum, og þið megið vinna þetta sem einstaklingsverkefni, þó svo ég mæli ekki með því. Ef þið ætlaði að vinna þetta sem einstaklingsverkefni, hafið samband við mig og ræðum það aðeins ákveðin áður en þið committið á það. Síðan ætlaði þið líka að gera það sem við gerum í verkefni 6 og skoðum aðeins í næstu viku, að þið ætlaði að nota svona tól, að setja upp tól í verkefninu okkar, þannig að við séum ekki lengur að keyra svona live server og setja þetta upp, heldur ætlum að vera með svona aðeins meira skipulag á hlutunum okkar, og við ætlum að nota SAS, og við ætlum líka að segja bara setja létta lýsingu á verkefninu inn í readmið, og setja líka þar bara svona til öryggis upplýsingar þau sem að unnu verkefnið, HI notendunöfn og GitHub notendunöfn. Þó svo síðan það sjáir samt á GitHub hver ykkar voru að vinna í þessu, og það sést líka hvað committuð á hverjum tímapunkti, þannig að það sést alveg bara hvenær fór hópavinnan fram, hvenær fór vinnan fram. Þannig að þetta aftur eitthvað sem við skoðum í næsta tíma. Síðan komin ein mynd hérna mat á þessu, þannig að þetta bara svolítið, þið ætla að setja þetta upp bara eftir forskrift, þið ætla að setja upp gilt, CSS eða salt og gilt, SAS, gilt og aðgengilegt HTML, og svo í raun 70% verkefninu bara að útfærsla á á útlitinu. Og ef að þið eru, það eitthvað önnur hópaskipting sem þið eruð í, þá það alltaf þetta skoða þetta svolítið með tilliti til hópsins sem verið að vinna þetta.
en þú veist, það ekkert meira hér, þannig að þú veist, það sem að liggur fyrir í raun ekki núna einhver skjámynd sem þið eru að skoða, þegar þið kannski horft á þessar skjámyndir sem ég hef verið að sýna verkefnunum og verið að segja bara eitthvað, ok, það væri geggjað ef ég geti bara mælt hvað þetta breytt eða hvað mikið bilið á milli, þegar þú veist, ég vil bara sjá, ok, ég ætla að gera þetta relatíft með einhver relatíft einingu, en ég vil samt sjá, þú veist, ok, þetta 500 pixlar og þetta hérna 200 og þá get ég reiknað 200 deilt með 500 og þá finn ég út hlutfallslega töluna sem ég á að nota í. Þannig að ég hérna búinn að setja upp í Figma og þá opnast hér og hérna einhver og það hérna hægt að vera með þetta, þá getur maður sagt hérna halló og það líka hægt að fara bara og slökkva á þessu svo það sé ekki verið koma eitthvað svona sem má ekki koma já, þetta getur orðið svolítið pirrandi slökkva hérna á multiplayer cursors þannig að þetta hérna Figma þannig að Figma bara vefforrit sem frekar magnað, frekar hérna, stórt og hérna, hefur mjög mikla virkni og bara stækkar og stækkar eftir því sem að það fær meiri útbreiðslu. En byrjaði bara þetta, hey, hvað ef við búum til tól til þess að hanna vefi sem að í raun horfir á það hvernig að hanna vefi. Af því áður en þetta var gert fór hönnun rosalega mikið fram í Photoshop og Photoshop náttúrulega ekki tól til þess að vinna vefhönnun, heldur bara til þess að vinna grafíska stafræna hönnun. Þannig að í Figma hægt og rólega bara búið að búa til tól sem bara svona hönnun við vefi þannig að það sé í raun auðvelt fyrir hönnuð og vefforritara að eiga í samskiptum. Og auðvitað þetta náttúrulega verkfæri sem kostar og allt það. Þannig að þið getið séð hérna Dev mode simplifies handoff, speeds up inspection and integrates with tools en leading a meeting, það svo mörg sem joinu það svo hérna, ég sé hérna þannig að ég get click spotlight me þannig að ég geti ítt á og þá geti ég fyllt mér hérna en það hérna hægt að fá Dev mode en það kostar og ég ætla ekki að fara að borga því það kostar mjög mikið af því þeir eru mörg og þetta alltaf rukkað per notanda þannig að það þú veist, fleiri $100 sem myndi þurfa að borga á mánuði ef ég myndi kveikja á þessu fyrir ykkur og samanskapið þurfið þið ekki að borga neitt fyrir þetta, þið fá bara aðgang að hönnunarskjalinu og þið eru svona að fá NASA þefina að þessu, þið getur notað þetta svona kannski 80-90% þess að þið myndir nota þetta í raunverulegu verkefni en það væri samt, kannski svona 50-60%. Það hægt að setja upp svona prototýpur þannig ég geti ítt á play hérna og ég geti sýnt ykkur nákvæmlega hvernig þetta haga sér bara, ég geti sett inn einhverja svona hérna ætti ég að fara hérna hover yfir og þá gerist þetta og eitthvað svona en ég ekki hönnuður en ég svona að reyna að gefa ykkur hönnun sem að svolítið svona eins og ég hef séð hannanir með öllum þeim kostum og göllum sem oft í hönnunum þannig að þá hérna, við byrjum bara á þessu cover sheeti svo hérna hönnun þá fer ég hér og hér ég ekki komið lengra en ég bara búinn að gera bara forsíðu sem svona næstu tilbúin, ég tók reyndar eftir ég átti eftir að setja inn eitthvað dummy content hérna að þá get ég farið hér og ég get zoomað inn og þá getum við séð hérna, já, Óla datt í hug, forritarafélagið, það einhver svona forritarabúlla sem að selur forritunartíma. Þá sjáum við hérna, það einhver svona header og hérna kemur einhver svona navigation og þá þetta bara aftur svona mynd, þetta allt bara voða svipað og við erum búin að vera að sjá. Þetta sömu konseptin, það einhver svona cards hérna kom einhver önnur svona cards svona, svo kemur einhver fótur og það eitthvað hérna. Þannig að þið munið fá þetta hérna, ég ekki alveg, ég setti hérna, ég væri búið með forsíðu desktop, ég ekki alveg sáttur við þetta þannig að ég ætla að fara hérna, já, byrjuðu verið ekki stopp. Já, nei, ég á ekki skjalið. Sem aftur, ég með annan aðgang þar sem ég að búa til skjalið og ég með síðan annan sem eins og þið sjáið. Þannig að þið getið sagt hérna ask to edit, ég mun ekki veita ykkur aðgang, af því að þið farið bara ruglhlutunum. En þá getið þið séð hérna, ok, svona þetta hér eitthvað efni, ég get farið hérna og
ég get farið hér, ég get ítt á þetta og þá get ég kopíað contentið. Ég get farið hér og ítt á þetta hér og ég get náð í myndina. Ég get farið hér og ég get valið þetta og ég get séð, ok, ég get haldið inn í option, þá sé ég hérna, já, ok, það er meira pláss fyrir ofan en fyrir neðan, en byrjunum við, það er samt þetta hér, þannig að hugsaðu ætti ég að fara hérna vinstra megin, fara í header actions, ok, þetta er sett upp, header actions, text content, button group, ok, þannig að ég get farið að skoða hvernig þetta er sett upp hérna. Hérna kemur þessi button group, þú getur séð hérna, það eru 32 pixlar hérna á milli þessa hér, þannig að gappi hérna á milli eru 32. Þá er þetta að fara hérna undir þetta og velja síðan button og þá getum við séð hérna eitthvað svona layout. Já, layout, flow, horizontal, width, fill, height, hug, radius 200. Þetta er einhver breyta. Padding, space 300 og alltaf þegar ég íti á þetta, copy to clipboard, space 200, ok? Hvað gerist þá ef ég fer hérna í þetta og ég pasta, þá er það 8. Ég fer aftur hérna, stroke border, já ok, það hjálpar nú ekki mikið. 1 pixel líka ef ég hover yfir þetta, þannig að við getum séð í raun gildin hérna, svo getum við séð litin hérna, hann er bara hér og ég get afritað hann. Svo getum við séð borderi hér. Þannig að hér er í raun þessi hlutir og þá sjáum við hérna í þessu að þetta fylgir box-módelinu. Og hvernig þetta er sett upp hérna, þetta hérna er sett upp með auto-layout sem er bara Figma búin að taka Flexbox pælinguna og útfæra hana í tól sem hönnuðir nota. Þannig að hönnuðir sjá bara hey, auto-layout. Þannig að ég seti þetta hérna og ég raða þessu og ég stýri því hvernig plássið dreifist fyrir ofan og neðan, vinstra megin og hægra megin og það er bara rímar mjög vel við CSS. Og þá er þetta að fara hérna í layout og ég get bara satt copy og þá get ég pastað og þá fæ ég eitthvað svona sem er í áttina CSS en er ekkert endilega samt korrétt CSS en er samt svona gappið er 32 af því að þú veist 32 er bilið þarna milli en það er ekki samt, þetta er ekki alveg rétt CSS en þið getur notað þetta til þess að fá einhverja hugmynd það hvernig þetta er setið upp og svo er bara að fara hérna, ég get farið hérna og hérna hægra megin get ég haldið áfram að drilla mig niður í þetta card og það er eitthvað heading og það er eitthvað avatar og avatarinn á þetta og avatarinn á info og þá getur þetta líka verið þetta er eins og ég var að tala um aðan að huglega viljum við vera með marga flex containera að þetta hérna eru containerar fyrir elementin í hönnuninni síðan erum við með fullt af öðrum sítjum hérna en það sem ég gerði við þetta ég er búin að vera að nota svolítið ég bjó til eina hönnun fyrir mörgum árum sem er hræðileg hún er alveg absolutt hræðileg og ég gat ekki sett hana fyrir aftur en þetta tekur bara alveg óheyrilega langan tíma að gera þetta þannig að ég var að fann þetta sem þetta er bara design system frá Figma sem heitir bara Simple Design System by Figma og það gefur svona hönnunarkerfi það sem er búið að segja hérna ok, nú erum við að fara að hanna saman verkefni þið eru foreldrarnir mínir í teiminu og ég er hönnuðurinn og ég er með svona fínt hérna hönnunarkerfi sem þýðir það bara að það er á allt að vera vel skilgreint hvenar ég nota title hero og hvað það er stórt í hverri stærð fyrir sig þannig að það á alltaf að vera þessi hérna font family sem að ég getum ekki farið inn í og hún á alltaf að vera svona stór þegar ég er í þessu hér en þá þurfum við líka að finna hvað er skalinn á þessu og hvað eru litirnir hérna eru stærðirnar og þá er þetta hérna og þetta er bara alls konar í þessu hér og hérna eru einhverja svona leiðir svona einhver skjölin á þessu og þá hérna er einhverja blur svo er þetta að fara hérna, það er fullt af íkonum sem fylgir þessu það er eitthvað svona composition guides hvernig átt að setja þetta saman fyrir desktop, tablet og mobile og
ég svona að reyna að fylgja þessu að einhverju leyti en líka bara klístra einhverju saman sem þið getið gert. Þannig hérna ég búinn að segja og ég búinn að uppfæra hérna þannig að headerinn alltaf svona og footerinn alltaf svona, þannig að ég uppfæri bara footerinn einu sinni og þú uppfærast hann alltaf. Og hérna svona cards og hérna hvernig images á að haga sér og svo framvegis. Og hérna fleiri einingar sem hægt að nota. Þannig að það fullt af dóti hérna sem að þið getið alveg skoðað og þetta alveg dæmi það, þetta alveg svona mjög, þetta mikið production value hana, búið að eyða miklum tíma í að setja þetta upp svona, þið fáið ekkert alltaf svona hönnunarskjöl. En þið getið samt sem að nota þetta bara til að sjá hvernig þetta en ekki tína ykkur í því að vera að skoða þetta hér. Þið ættið bara að geta hort á hönnunina hér og útfært hana út frá þessu hér. Og þá hérna að við erum með desktop og svo erum við með mobile við hliðina. Þá hérna búið að fela þetta, setja svona hamborgaramenjú. Ég eftir að sýna ykkur hvernig hamborgaramenjúin haga sér, hann skilgreindur. Og svo eftir að laga hérna og uppfæra þetta sé með eins efni og hérna eitthvað bilað og svona. En þið munið fá fyrir þessar 4 síður sem ég mun gefa ykkur, sem að verður í raun forsíðan, einhver lausna yfirlit síða og svo stök lausn og svo einhver svona efnissíða sem bara almennt með nokkrum efniseiningum. Þannig að þið munið fá í raun þessar 4 síður til þess að útfæra. Þær munu nota í raun þetta, þannig að þá sjáum við hérna, það eitthvað kart sem hefur verið að nota hérna og þetta munu verið að nota á öðrum stöðum. Þannig að þið þurfum að sjá, ok, hvernig ég skipta þessu upp, hvernig ég brjóta þetta niður, þannig að við séum í raun að skrifa sem minnst CSS, þannig að við séum að fylgja einhverjum HTML struktúr sem að make a sense upp á hérna endurnýtanleika og hvernig vinnum við þetta síðan saman. Þannig að það sem að þið ætla að gera í þessari viku í raun bara eins og nokkur eitthvað búin að gera, skrá ykkur inn á Figma, skoða þetta, ég mun klára þessa hönnun í vikunni, þannig að hún mun liggja fyrir, en þið getið samt sem að byrja að skipuleggja þetta með því bara að finna ykkur hóp og segja bara eitthvað, herru, ég ætla að taka að mér að gera forsíðuna og headerinn og footerinn, eru þið til í það? Eða ég ætla að taka að mér að gera forsíðuna og hérna búið til card layoutið sem við sjáum að nota hérna 3 mismunandi stöðum. Eða ég ætla bara að rykka upp öllu HTML-inu fyrir þetta, þannig að þið komið bara á CSS-ið þetta, skiptið með ykkur verkum og hérna vera með eitthvað plan of attack á þetta verkefni. Nei, það ekkert JavaScript. Þetta webforritun. Webforritun HTML, CSS og seinast JavaScript. JavaScript minnsti parturinn í þessari þrend sem þegar vefurinn þetta allt þrend. En síðan skiptum við gír þegar þetta verkefni búið og þá förum við bara í JavaScript. Þá restin bara JavaScript. Þannig að bear with me hérna. Það eru 2 hópverkefni. Seinna hópverkefni verður í raun að útfæra stærri JavaScript laust saman. Hvenær myndu setja inn þessar síður sem stefna? 3-4 síður? Það verða 4 síður með þessar desktop og mobile hönnun og ég mun klára það svona miðvikudaginn eða eitthvað. Já, þannig að við erum að byrja þetta fyrir þá. Þið getið alveg byrjað þetta. Þetta nóg hérna til þess að geta byrjað en með fyrirvar það, þessi header og þessi footer eitthvað sem þið getið byrjað á. Hann verður svona. Þannig að þið fáið þetta full klárað í vikunni. Ég ætla bara að sjá hversu vel gengur hjá mér og svona en hérna þetta I have a vision. Þetta verður geggjað. Þetta alveg nýtt forrit fyrir okkur, ég kann ekkert á þetta. Nei, enda það bara verkefni í vikunni, bara að skoða þetta og prófa það áfram hérna, geta kopíað textan, kopíað myndina og þetta í versta falli, þá horfið þið bara á þetta svona og þá þetta bara svo skjáskotun sem ég búinn að gefa ykkur. Nema svo getið þið farið og drillað ykkur niður og séð, actually hvað mikið pláss á milli og svona. Og þið getið séð líka Við erum bara á þessu reference, við erum bara að búa til þetta í venjulegu skjali eða... Já, þið búið til HTML og CSS. En svona virkar þetta í raunveruleikanum. Þið vinnið einhverstað sem vefforritrar, þið vinnið með vefhönnuði, vefhönnuðurinn sest niður, býr til allan vefinn í Figma og sendir ykkur síðan Figma-skjalið og þið útfærið. Þannig að það bara svona. Og oft á tíðum það þannig að það sem ég gerir mikið að ég í mörgum verkefnum og ég ekki að forrita þetta beint, ég ekki að CSS dagsdaglega, en þá ég kannski að segja hérna, eins og hérna mjög klassískt
hvernig á þessi mynd að haga sér ef hún ekki í þessum hlutföllum. Þá setjum ég komment. Þá fær hönnurinn þetta komment og segir, já, við ættum alltaf að taka hana og nota miðjun á myndinni og út frá því. Eða þá að við ættum, að þau oft setjum líka upp svona CMS-kerfi, svona Content Management System. Við ættum aldrei að leyfa að setja inn myndir sem eru ekki í nákvæmlega þessu aspect ratio-i. Já, við ættum að skera ofan og neðan af henni, þú veist. Af því að við þurfum að hugsa þetta frá byrjun til enda og hérna til dæmis eitt sem mjög klassískt það enda 2 hlutir hérna sem mjög klassískir í hönnunarskjölum. Hérna smá offset hérna á milli. Þetta viljandi eða þetta bara sloppy hönnuður? Þetta 100% ekki viljandi, þetta 100% sloppy hönnuður. Ég held að vera að tryggja maður svona. Nei, ég ekki hönnuður, ég sloppy hönnuður. Þannig að þá það sem forritari, þá þarf maður að segja, á ég að þora að spurja hvort þetta sé viljandi eða voru þetta bara mistök, ég spyr engan og ég bara normalisera þetta og gera þetta rétt, þannig að þetta passi inn í grid. Af því að svo get ég farið hérna, get gert Ctrl+G og þá get ég kveikt á gridinu og þá getum við séð hérna, já ok, það eitthvað grid hérna, að það að það ekki verið að fylgja því og það gerist ótrúlega oft. Ok, það gerist ekki ótrúlega oft, það gerist. Svo annað hérna, hvað gerist þegar það eru langir textar eða löng íslensk orð? Hvernig brotnar þá hönnunin? Og hvernig eru með þetta hérna? Þannig að það hér svo, það lænar við gridi hér og hér, en það eitthvað vitlaust hérna. Þannig að þið þurfum að taka afstöðu til þess og laga þetta. En þú veist, þetta ekkert heilagt. Það verður ekki hérna, já, þið uppfylltu þetta ekki nákvæmlega svo sín mín, þar sem við fáið mínus. Þú veist, þetta bara, þið að fara að gera eitthvað besta út frá þessum hönnunarskjölum og þú veist, þetta bara að klára verkefnið í heild sinni og vinna saman í hóp. Og ef þið eru farin í það að vera nitpicka svona hluti, þú veist, og ekki bara laga það og láta þetta bara að læna hérna í 4 eða 3 eða hvað sem að make sense hérna, þá það bara mjög góðum stað. Svo það bara mismunandi pláss hérna til dæmis plássið fyrir neðan og hérna fyllir það út í og þá gerist, ok, hvað gerist ef að þessi hérna texti verður rosalega mikill eða þessi hérna texti verður rosalega mikill hér og það verður löng fyrirsögn, hvað gerist þá? Eiga þá öll körnin að síkka í samhengi, eða þú veist, samræmi við það? Þú veist, það gefur til kynna hérna út af því að þetta hérna sýttin og því ekki, þú veist, þessi hérna lína ekki undir hér, þannig að það auka plássið hérna og þau öll að vera jafn há. Lengjan sem hana lengist líka, eitt að hann yfir markið, þá ítist öll þar og niður. Jú, þessi hæðin á alltaf að vera svo sama. Þessi hérna lína á alltaf að vera í flúti. Og svo alltaf líka það sem kemur hérna á milli og það kannski það sem oft erfitt í svona að í fyrsta lagi bara mjög gott að fá einhverja responsive hönnun. Það ekkert ofta að maður kannski fær maður bara forsíðuna og mobile og svo kannski eina aðra síðu. En aðra alla síðu þarf maður að túlka. Og þið þurfum hérna að túlka á milli, þurfum þið að túlka hvernig lítur þetta út þegar að ég ekki í þessari hérna á milli þessar breyttar hér sem að ég finn ekki device with 1200 og niður í þessa hérna sem 375. Hvað gerist á milli? Hvernig skalast þetta á milli? Það bara í 95% tilvika þegar að vefforritari sest niður og gerir það, þá það bara túlkunaratriði vefforritarans og síðan kemur hönnuðurinn eftir og segir nei, ég sá þetta actually öðruvísi fyrir mér. Og þá maður bara eitthvað, hverju teiknar það ekki? Og þá stundum fær maður tablet á milli. Af því að þá get ég líka að segja, þetta ekkert svaklega, þú veist, á hönnuðurinn setjast niður og hanna alla skjástæðurnar frá mobile og upp í,
pixel fyrir pixel, 10 pixla í einu, þú veist, hvað stoppum við? En ég svona að vera aðeins meira í liði kannski sem með forriturinn núna, en hönnuðir eru bara fínasta fólk. En það er okkar, at the end of the day, ef þú ert með rosalega flott Figma-skjal sem er ótrúlega vel skipulagt og ótrúlega perfekt, þá er það ekki forritaði vefur. Það er okkar starf sem vefforritara að ljá þetta lífi, að koma með okkar teika á þetta. Og við sem forritum svona hluti erum ekki heilalaus verkfæri í höndum hönnuða. Við erum líka creative partner í því að segja ef við myndum gera þetta svona, þá myndum það kannski koma betur út í þessu hér. Hvað við myndum ekki setja einhverja hreyfingu hér? Hvað við myndum breyta þessu svona? Og að koma með feedback, og hönnuðir bara elska að fá feedback og að vinna þetta kollaboratíft. Þannig að bara hendi inn kommentum eða eitthvað annað sem mætti betur fara. Það er ekki mjög líklegt að ég fara að bregðast við þeim, en þið getið alltaf hendið minn. En ég mun síðan senda ykkur þegar þetta er alveg tilbúið og þið getið farið að rífið í ykkur. En við tökum síðan check-ins í næsta tíma og þá getið sagt mér hvernig ykkur líður með þetta og hvort þið er búin að skoða þetta og hvort það sé eitthvað óljóst. Og svo er þetta náttúrulega verkefni sem er núna í allt í ruglið hérna hjá mér. Alveg þangað til í lok vikunar þarna sem er 16. október sem á að skila þessu. Þannig að þið hafi mánuð núna til þess að vinna þetta. Bara svo ég sé með nákvæma hérna. Nei, 23. október. Þið hafa meir en mánuð. Þið hafa næstu 5 vikur til þess að vinna þetta. Ég held að þú sagði hana 23. september. Já. Já, bara skilið þessu og hinu verkefnunum og sinnið öllu hinu. Þannig að það er hérna hvað þið að gera og bara aftur, minna það, þið verðið að skrá ykkur í hóp. En þið munið síðan hafa tækifæri til þess að koma með komment hérna og spurja mig þetta bara næstu 5 vikum. Þú veist, þið bara getið bæja hendinn þarna, senda á mig, spurt í dæmatímum eða spurt í fyrirlestum, bara ef það er eitthvað óljóst í þessu. En ef það er eitthvað sem við gerum þessari viku, þá er það að mynda hóp. Þannig ef þið viljið að ég búi til hóp, sendið það bara á mig línu og þá get ég búið bara til og skipt ykkur upp í hópa. En það er svolítið, þú veist, þá eru þið í hóp og þá þurfið að taka ykkur úr hópnum og það getur valdið smá veseni, sko. Það er svolítið svona nuclear option. Þannig að prófið að mynda hópar með því að fara á Slack og fara á rásina og segja hérna hæ, viltu ykkur vera með? Eða gera hér. Og ef ykkur er fyrst óþægilegt eða vill að ég útluti, þá getur þið heyrt í mér og ég get þá tekið þau sem eru búin að hafa samband. Það gæti verið ég að við átt eftir að setja upp. Ég skal bara doppeltjekka þetta allt og senda okkur svo eftir. All right. Herri, þetta er hópurinn 1.